Sjáðu fyrir þér viðarkubb sem kveikt hefur verið í. Viðarkubburinn að sjálfsögðu logandi heitur. Orkan sem losnar við brunan kemur úr svokölluðu beðmi í viðnum. Beðmið myndaðist á sínum tíma úr glúkósa sem var til við ljóstillífun í laufblöðum trésins. Varmaorkan frá eldinum því upphaflega komin frá sólargeislum sem voru beislaðir við ljóstillífun í trénu fyrir kannski 100 árum. Öll orka á uppruna sinn í sólinni. Í dæminu hér í upphafi var minnst á að sólarorkan hafi bundist í viðnum og orkan orðið til við bruna hans. Við vitum að auðvitað ekki til endalaust af trjám á jörðinni og þess vegna það ósjálfbær leið til að mynda varmaorku að brenna við. Mun betra væri að nota sólarorkuna beint og millilega laust. Þar sem sólin undirstaða lífs á jörðinni og mikilvægasti orkugjafinn gefur auga leið að bein notkun sólarorku svokallaður endurnýjanlegur orkugjafi. Orkugjafi auðlind sem breytt í orku og það að hún sé endurnýjanleg þýðir að hún klárast aldrei. Með öðrum orðum endurnýjast í sífellu. Það á ekki við marga aðra orkugjafa, svo sem olíu, kol til dæmis. Það að sólarorkan sé endurnýjanleg gott, því það stuðlar að sjálfbærni. Við þurfum orku til að knýja hluti áfram og ef orkugjafarnir geta klárast, við í vandræðum. Við ættum því að spara óendurnýjanlega orkugjafa sem mest við megum. En hvernig getum við beislað sólarorkuna og nýtt okkur hana án tilkomu annarra jarðefna? Sólarorku hægt að nota milliliðalaust með hjálp sólarsella eða sólarrafhlaða, en með þeim hægt að safna saman varmanum frá sólinni og breyta í rafmagn. Á sólríkum stöðum hafa hús jafnvel verið hönnuð til að nýta sólarorku beint til hitunar og lýsingar. Þetta skulum við líta nánar á. Í sólarrafhlöðum ljósinu frá sólinni umbreytt í rafmagn með sérstökum leiðurum. Leiðararnir gleypa ljóseindir geislana og geta myndað rafstraum. Þetta hljómar ef til vill einfalt fyrir eitthvað rosalega gáða fólk en í rauninni þetta mjög flókið. Þess vegna skulum við ekkert vera að kafa dýpra inn í það hvernig sérstakir kristallar í þessum leiðurum beisla sólargeislana. Heldur snúa okkur að því, af hverju notum við ekki sólarorku í alltaf? Jú, þannig að aðeins hluti geislana nær yfirborði jarðar og hægt að nýta og virkja. Aðrir bindast í ýmsum efnum í andrúmsloftinu, auk þess skiptir staðsetning sólarrafhlöðu miklu máli. Þó ekki þurfa að vera alveg heiðskýrt til að nýta hana sem best. Helsta áskorun okkar á Íslandi varðandi sólarrafhlöður að orkan sem fæst úr þeim óstöðug. Stóran hluta ársins snýr Ísland að mestu leyti frá sólinni og þar sem sólarrafhlaða byggir á að nýta hita sólargeislana það, ókostur. Þá einnig ærinn tilkostnaður að koma upp sólarrafhlöðum og endingatíminn takmarkaður. Sólarorka hins vegar umhverfisvæn orka og búnaðurinn yfirleitt meðferðilegur og ekki bundinn einni staðsetningu. Þá orkuframleiðslan hljóðlát og ekki þarf að breyta jarðvegi eða umhverfi til að setja hann upp. Hægt að geyma orkuna í rafhlöðum og framkvæmdin ódýr miðað við til dæmis að tengja rafmagnslínur langar leiðir. Orkan sem kemur frá sólinni svo mikil að ef hægt væri að safna henni allri á 1 klukkutíma væri það nóg til að svala orkuþörf alls mannkyns á heilu ári. Það verður því vonandi hægt með aukinni tækniþróun að nýta okkur þennan óendanlega orkugjafa enn betur en nú gert. Nema ég finni náttúrulega leið til að ljóstillífa, þá öll vandamál leyst.